af því en ég má drekka hérna leið og ég að tala þetta, af því að þetta náttúrulega sko afskaplega erfitt mál. Já, viðkvæmt mál líka. Þetta viðkvæmt mál og við getum náttúrulega ekki talað þetta svona dagsdaglega en ég veit það ekki, ég held að ég hef verið svona með svona frumherjum til að stofna svona erótískan klúbb á Akureyri og ég fekk leyfi hjá menningaryfirvöldum og bæjarstjórninni til að búa þarna til klúbb sem að ég kallaði Mattias Night Club Whisky Erotísk Bar og við byrjum á því að við ætlum að vera með reyndar út af því að þá var ekki komið þetta inn að þessi innflutningur sko á þessum stúlkum og dansa á þessum börum og við þurftum að notast við vídeóspólur og þetta voru frekar svona lélegar vídeóspólur sem við fengum þar úr aðalega úr Kelduhverfið einhvers staðar þarna úr Eyjafirði og við þurftum að notast við þetta og við settum upp barinn og við kölluðum hann Mattias út af því við vildum vera svolítið svona norlenskir sko og reyna þú veist að ná tilfinningunni sko hjá Akureyringum. Þannig þeir myndu koma og sjá hvað við verðum að bjóða þeim. Og þetta voru svona frekar lélegar spólur sko, við fengum þetta fyrir slikk og svo vorum við svona sjónvarpsskerma og þar ætluðum við að sýna sko, þar ætluðum við að sýna vídeóspólurnar nema hvað að það var allt í lagi með löggun á Akureyri sko, hún frekar svona positív sko en eftirlitið það miklu erfiðar út af því að við vissum aldrei hver var í eftirlitinu og hver var ekki í eftirlitinu og þá þurftum við að hafa þetta þannig að ef að eftirlitið, hver sem að væri þar að segja í eftirlitinu, ef hann kæmi inn sko, þá þurftum við að skipta út spólum á vídeótækjunum sko. Og það eina sem við höfðum út af því að það var náttúrulega byrjað svona einhver prósess í gangi, við gátum fengið einhverjar vídeóspólur frá svona einhverjum skíðamótum upp í Hlíðarfjalli eða frá Gilskólanum, það svona listamannaskóli þarna mjög nálægt að við gátum fengið af því að þeir voru í vídeóprodúksjón. Þetta voru einu spólurnar sem við gátum til að skipta út ef að eftirlitið kæmi. Og þetta gekk ekki sko þessi fáu gestir sem að koma inn á Mattias Erotic Club Whisky Bar þeir voru náttúrulega frekar þreyttir og af því það var alltaf verið að skipta út spólum og af því að ef að kom einhvern maður þú veist inn í einhverjum svona jakkafötum og svona nokkuð sko að það var erfitt. Nú. Voru þetta spólur sem að Guðmundur Oddur hafi verið að gera, þessar klámspólur sem hann gerði á sínum tíma? Nei, ég veit ekki nákvæmlega þannig að segja hvað þeim voru fengnar, hvort þetta voru Akureyringar eða hverju voru að leika í þessu. Sko, þær voru aðalega, það var svona einhver dyravörður sem við kynntumst þarna upp í Gili sko, hann útvegaði okkur þetta frá ég heldur Kelduhverfi og allar frekar slappar en þetta var þó, það verður að taka það sko, þetta var þó byrjunin, við vorum að reyna þetta og ég náttúrulega algjörlega utankomandi maður þarna sem kem með þessa nýju hugmyndir að reyna að búa til svona erotískan klúbb og voru þið þá með vændi inn í þessu líka? Nei, ég held ekki sko ég tók aldrei eftir því að það verði neitt vændi ég sá það aldrei það var snögglega var þessu lokað við vorum þarna í mestalegi 1 mánuð við vorum búin að innrétta alla þessa hluti við vorum búin að setja þar að segja skilti í gluggana og svona nokkuð jú það var töluvert af túristum sem að komu þarna svona á nóttinni út af því að þetta var opið aðalega á nóttinni og löggan á Akureyri var svona í því þú veist að reyna að leiðbeina fólkinu hvar ætti að fara inn þetta var sko þessi klúbbur var staðsettur í göngugötunni
og ég er með myndir, mér sé hérna af þessu, ef getur tekið sko, mér sé stend hérna eftir að við erum búnir að setja upp skiltið sko, eða skreita rúðurnar, að við lagðum töluvert mikið í þetta, mikið kostnaður. Og fengum lánaðar, eða nei, við keyptum fullt af sjónvars eða svona mónitórum og dóti sko, svo átt að servera viski og svona, og svo gengur og gerist. Nefnum hvað að þegar þetta var farið á hausinn sko, að ég veit ekki að þá hérna kom ég upp með aðra hugmynd sko, hvort við getum gert eitthvað annað út af því að það var svo mikill sko, náttúrulega Akureyri, þetta grassirar allt þarna í einhverju klámi, en það er svo erfitt samt sem maður þú veist að presentera þetta, held ég veit það ekki, þetta var 1993 eða eitthvað svona, þannig að við erum frumkvöðlar í því að reyna að stofna svona klúbb. Já, og kannski frumkvöðlar á þessu blómatími sem kom bara upp úr því, var það ekki 95 sem að... Já, ég myndi frekar vilja sko segja svona, fá við njóta eldana sem fyrstir kveikjað á sko. Þannig að við komum þarna og með frábærar hugmyndir, stofnum eða opnum klúbb. Það er bara Bautin eða Kea eða eitthvað svona, og svo erum við þarna og ég næ sambandi við Gilskólan, þarna listamannaskólan, og þeir eru alveg til í að reyna líka þú veist að hjálpa mér út af því að þeir eru að fara, það er ekkert hlaupið að því þú veist þarna fyrir norðan að reyna að afla sér svona einhverja klámmynda eða bíómynda svona í ergtískum dúr. Þannig að þeir voru jafnvel tilbúnir til þess að vinna þetta pínlítið með mér út af því að þeir voru að fara hvort þið eru inn í eitthvað svona kúrs í skólanum. Og voru það þá nemendurnir sjálfur sem að léku? Ég vissi það ekki alveg nákvæmlega út af því að ég talaði bara við nokkra aðilega sko, ég veit ekki hvað voru margir í þessum skóla, það er náttúrulega örgulega hellingur af listamennum í þessum skóla. Þetta gekk svona en það verður að taka þetta þannig sko að þetta er eiginlega byrjunin. Sko, jafnvel þó ýmislegt hafi verið að grassera sko í einhvers konar svona neðanjarðar, að þá er þetta byrjunin á þú veist að presentera þetta, opna þetta og leyfa fólki þú veist að koma og skoða og skemmta sér. Nema að þetta var á erfitt, þetta var svo ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það sko, en að lokum þá var þessu bara lokað. Það þótti bara hallærislegt, og þá kom ég aftur sko með nýja hugmynd sko að við ættum kannski að opna svona erótískan garð. Það átti að vera svona listrænt erótískur garður, og kunningi minn, mjög náinn kunningi minn sem er hönnuður og svona, hann ætlaði að hanna fyrir mig garðinn og svona, og við ætlaðum að kalla þetta erótíski garðurinn eða eitthvað í þá áttin, og ég kom upp með þá hugmynd sko að við ættum kannski að hafa þetta þannig að komið öll og sjáið konur gera það í garðinum eða eitthvað í þáttina sko, við vildi fá svona attraksjón sko, en þegar ég bar þetta upp þá var ég kýldur. Eina skipti sem ég vilja lamin, það var á Akureyri, og ég er líka með mynd af því sko, ég er verður að hafa sönnunargögn, ég er með mynd af þessu einhvers staðar hérna, ekki búið að rugla öllum myndunum. Já, þeir eru hérna með miðasölustúlkunni sko, sem átti að vera í garðinum sko. Þeir eru hérna með plástur, ég var lamin niður á bryggju sko, út af því að þetta er náttúrulega fljótt að spyrjast út. Þannig að garðurinn varð aldrei til, og ég endaði með því að ég þurfti bara að hlaupa. Ég hljóp frá Akureyri eins og Ásta Brandur
bara hljóp